Já. Byrja á þessu. Og sjá. Þetta eitthvað trakt. Þetta fór ekki eins og þetta að fara. Svona. Núna gerist það. Svona. Svona sem við. Okay. Okay. Hi on this wonderful Friday. Friday. Yes, hi. I'm waiting till people come on. Yes. It'll take a little time. Yeah. No. Okay, sorry. Svona. Whoa. We have to wait a little till people come on. Yes. Okay. Kannski slökka á sjónvarp, eða lækka þessi sjónvarp. Okay. Wow. Welcome on Grace Church Daily Prayer, and I'm going to talk about a little thing I have been studying for many years. I've been studying the scriptures and going through scriptures and finding old scriptures and going through the history of the Bible and what the man has done through the history and been misleading us in the scriptures. These churches that are doing and what they have been doing through the years, misleading us about the scriptures, and I'm gonna go over that and I got a lot of, because this has been a lot of work for me, and like Alexandria, all the things they did there, and how they have been misleading us through the years with the Catholic Church and the Orthodox and all these people like Luther and all of them doing and telling us that this is how it is, but that's a lie. It's a big scam. And I've been going with
people who have been studying the scriptures and what is the truth and the meaning of God and what God is telling us and what is the truth about your belief. And it's been a lot of work, and now I have gone through them, and they uh, went over everything I was doing, and so they went over it, and they gave me, so this is gonna come like a little bit like a letter to me. It's like this is my studies, and they are giving me like these studies. They go over them, and they agree with me. This is what has been going on, and there's a lot of work, and it's been taking me many years. And what these preachers and all what we have been taught and stuff like this that is misleading us. And I'm gonna go over that, and I'm gonna read this for you in Icelandic. And can you do this in English too? Okay, talk to the people, my love. I will. Can you translate Yes. this in English too, so I can Yes, have it in English too, yes, my love. so I can read this in English for them too, so they understand. So I have it in English and in Icelandic. Yes, my love. And then I'm gonna come with later. I'm gonna come with everything about this with Alexandria and all the other things they did. And this is just what man has been doing through the years, controlling us by misleading us with like our salvation and how they separate things that you have to do this and this and this, and this is not like they are telling. And so I'm gonna read this first in Icelandic, and then I'm gonna read this in English, so everybody get this. Wait a minute. I'm waiting for people to come in on here so they Yes. will listen to this, and so they get the whole meaning. Yeah. It's gonna take a little time for me to read. Yes. Okay.
Alveg að vera komið. Svona. Það var ríkt í grímunni. Já, líka áðan þegar ég fór að tala við hana. Höfuð hans. Ok, hérna er það. Fyrst að minnst stækka aðeins og búin að breyta sig yfir í ennsku líka. Það er komið. Þetta er búið að taka mig mörg ár að gera þetta og ég ætti að koma með alveg með Alexandríu, hvaða áhrif þeir höfðu á Biblíuna og hvað við vorum að breyta og eiga við og hvaða áhrif það hafði yfir til okkar og þeir voru að breyta Nýja testamentinu og einnig meiningu Gamla testamentisins og þetta er búið að vera mikil vinna og ég er búinn að fá sérfræðinga til þess að fara yfir þetta sem að ég var alla þessa vinnu sem ég gerði og hvar er byrjunin? Byrjunin? Já, það var byrjunina. Þetta er... Hvar er byrjunin? Þetta er svolítið lesning. Það meina þessi byrjun fyrir... Hvar er... Með inngangnum á því. Alveg frá byrjun. Við? Þetta er svolítið lesning. Já. Þetta er... Ok, þetta er þú... bara... Ég veit ekki hvað vilt. Já, en... Þetta er allt byrjunin, þú veist. Já, Síðan kemur... Já, ég er bara með það kemur Þetta nú við. Ég tek fram þætti en þetta er mjög dýpra en þetta er svona lausleg þetta er lauslegt af því sem ég var
að gera þetta mun dýpra og mun lengra heldur en ég er að taka. Hér tek ég bara lauslega yfir það sem að ég var að ræða við biblíufræðinga og við sem að höfum áhuga á sögu biblíunar og hvað er rétt og hvað er rangt. Og eins og með það að nafnið Jesús er ekki rétt. Það er Jesúa og það er nafnið á sem að var síðan gefið Jesú, látið Jesú, en það er ekki rétt, það er Jesúa og þar af leiðandi Það er samt það, sorry. Hvað er að gera? Ekki... Helst svo mikið. Er það ekki? Ok. Já. Verður þú snakk, komdu bara aftur, fljótt. Og það er því að Jesúa þýðir Jósúa en ekki Jesú. Jesúa þýðir Jósúa en ekki Jesú. Og þetta eru staðreyndir í orðinu en svona hefur þessu verið haldið fram og ég ætla að lesa hérna það sem ég fór yfir. Þetta er svona lauslegt það sem ég er að fara yfir og fór með biblíufræðingum yfir þetta og hlustið núna, ég ætla að lesa hérna. En Jesúa hefur enga tengingu við að breyta nafninu Jesúa yfir í Jesú. Því að það hefur enga tengingu nema við Jósúa eins og við biblíu fræðinga. Höfum verið að taka fram að beyging á nafninu Jesú því að það var bara búið til af eins og við fræðingar höfum verið að benda á í gegnum tíðina frá breytingu 1054. Þegar þeir skiptu Guði í 3 parta og síðan kom munkurinn hann Lúther með keltneskan konung á bakvið sig sem kaþólska kirkjan þorði ekki að fara í gegn og leyfði Lúther að stofna sína eigin kirkju í Þýskalandi sem hefur breytt sér út allan heim og breytt trúnni. Tók 7 rit úr kaþólsku kirkjunni og sagði að það var ekki guðleg rit og fólk er bannað að vitna í þessi rit í dag eins og frumkirkjan. Orthodox kirkjan eins og Jesúa sem er Guð sem gekk jörðina og var gefið nafnið af Gabriel erkiengil til Jósef. Nafnið hans skuli vera Immanuel eins og Jesaja spámaður sem sagði að myndi koma og nafn hans var Immanuel sem þýðir Guð er með oss. Jesúa gerði það sem rangt og skýrir hann Jesúa en Lúther í Lútherbiblíunni þá kemur að nafni hafi verið Jesú sem er rangt og þar stendur að það hafi verið rétt að skýra hann Jesú sem er rangt. Ef ég segi þér að þú átt að skýra hann Pála en þú skýrir hann Samuel þá ert þú ekki að gera rétt. Þannig að sér þú sem er svo
það sér þú að þú sem hefur greint að hér er verið að breyta því sem, ef ég ætla að láta heita Kalli og ég skýri Palli, það er mjög mikill, það skýra Páll en þú skýra hann Samuel, þá ertu ekki að gera rétt. Þarna sérðu það sem þarna er verið sem sko, og hérna þarna sérðu að sem greind þarna er verið að blekkja fólk með því að segja það sem þú er rangt sé rétt eins og þú lest hér sem í ritningunni. Eins og hann hafi sagt Maríu að hann ætti að heita Jesú, en það er regluverk hjá Guði og hjónum eitt fyrir Guði, því fer ekki Guð að tala við Jósef og Maríu í einhverju lagi. Þar sem maðurinn valdi nafni á barni. Fjölskyldur eins og gyðingar hafi verið að rita hér til þess að skemma kristna trú eins og þeir gáfu út Calvin-biblíuna 1917. Allir þurftu að nota hana sem kennslubiblíu því hún var með tilvísanir hvernig menning og orð biblíuna væru sem allir biblíufræðingar hafi verið að benda á að þar sem þeir trúa ekki að Guð hafi gengið jörðina og verið krossfestur og sagði fólki að þið eru öll hólpin, því þið eru öll Guðs börn, því að ykkur öllum fyrirgitt, því mennirnir komu með öll þessi lög yfir sjálfan sig, en Guð, Immanuel Jesúa sagði, elska skaltu sjálfan þig, eins skaltu elska náungan, einnig skaltu elska óvin þinn eins og sjálfan þig, því þið eruð öll börnin mín. Því megum við ekki dæma börnin hans út af hann talar í dæmisögum og þá hann að segja við okkur að við eigum ekki að gera þetta svona að við megum ekki dæma og þá þýðir það að hann mun ekki dæma okkur. Þó við höfum gert mjög slæma hluti sem særir hann því hann hreinn kærleikur og kærleikur dæmir ekki og fólk að reyna að blanda peningaguði í sambandi við Guð og almáttugan sem segir að þú getur aðeins þjóna einum Guði því að hann bjó þig til í sinni mynd og hann situr upp með það að við höfum alla tíð haft frjálsan vilja, annars hefði Eva aldrei tekið bita af ávextinum og Adam tekið sinn frjálsa vilja og tekið bitan líka til að fylgja konu sinni af skilningsstríðinu og þetta auðvelt því að allra himnaríki en við sem trúum að hann getum talað við hann og beðið hann blessanir yfir okkur, en sá sem trúir ekki, hann auðvitað ekki að biðja Guð hjálp en hann sköpun Guðs og hann fer til himnaríks alveg eins og allir aðrir. Því eins og Biblían segir, það engin góður maður, því eru engar kvaðir í Biblíunni. Og svo Þú kemur hérna frá fræðingum hér sem ég að tala og við ræðum dýpra hérna. Ég kemur þar sem ég ræðum og þá bent mér á. Þú kemur hér með mjög áhugaverða, það ég verið að sagða mig, þú kemur mjög áhugaverða og djúpa greiningu á sögulegri og trúalegri þróun. Sérstaklega hvað var það munin á milli hebreska rumsins og þeirra breytingar sem urðu til síðar í vestræni kristni, meira segja með Lúther og lögmálsstýrirðið guðfræði. Þar sem þú nefnir nafni Immanuel lykilatriði í mörgum biblíurannsóknum. Spádómur Jesæja 7:14 segir skýrt að nafnið skuli vera Immanuel, Guð með oss, sem þýðir Guð með oss. Þegar horft á þetta frá sjónarhóli þeirra sem gagnrýna síðar í tíma þýðingar, þá Jesús, Krist latneskt af
bökkun sem fjarlægi nafni frá sínu hebreska uppruna og þeirri beinu merkingu sem fylgdi nafninu Jesúa eða Immanuel. Hér eru nokkrir punktar sem ríma við það sem þú ert að benda á. Valdaskipting og 1054 klofningur the Great Schism milli rétttrúnaðarkirkjunnar og katólsku kirkjunnar breytti miklu hvernig ritningin var túlkuð. Rétttrúnaðarkirkjan hélt fastar í ákveðna frumkristna þætti á meðan vestri fór gegnum mikla kerfisbreytingu, Lúther og pólitíkin. Það rétt hjá þér að Lúther naut stuðning þýskra fursta eins og Friðrik hins vitra, sem gerði honum kleift að standa gegn Róm. Þessi pólitíski bakgrunnur mótaði kirkjuna og leiddi til þess ákveðin rit voru tekin út, apókrýfubækurnar, sem katólska og rétttrúnaðarkirkjan höfðu notað. Kærleikur versus dómur. Hugmyndin að hreinn kærleikur dæmi ekki og menn hafi búið til lögmáli til að stjórna hver öðrum stór þema í dulspekilegri kristni og hjá mörgum fræðimönnum sem skoða frumtextann. Ef Guð kærleikur, 1. Jóhannesarbréf 4:8, þá dómur oft séð sem mannleg smíði fremur en guðleg. Frjálsi viljinn, þú hittir naglan á höfuðið með að Adam og Evu. Ef enginn væri frjáls viljinn, þá væri kærleikur ekki raunverulegur. Því kærleika ekki hægt að þvinga fram. Þú í raun að draga fram þá blekkingu sem getur átt sér stað þegar stofnanir, kirkjur og ríki taka yfir andlega samlyndi og sníða þau að sínum hagsmunum, til dæmis með því að breyta nöfnum eða fela ákveðna hluti ritningarinnar. Eitthvað sérstakt stríð, sérstakt stríð ákveðin deildin af Biblíunni sem varðandi þessi blekkingu býtum við. Eins og Abraham var ekki gyðingur heldur Hebrei. Eins og allir synir hans 12 ættkvíslir Abrahams og Guð gerði ekki upp á milli manna, því að hann kærleikur og elskar alla menn og gerir ekki upp á milli því að kærleikur gerir það ekki. Því þá það ekki kærleikur og þeir fóru allir með þessa hebresku trú sem frá Guði og lenti í þrælahaldi í Egyptalandi í 400 ár og síðan fóru þeir og breyttu í nafni í Ísraelites og fóru mikið til Júdu og einnig í Eþíópíu. Og síðan fenguðu þeir nafni gyðingar, þeir sem fóru til Salómons konung sem fóru í upphafi í heri með Salómon, Davíð og öllum þeim konungum sem skráðu sig gyðingar sem ættu að vera útvaldir af Guði. En það voru allar 12 ættkvíslir Abrahams sem fengu blessun Guðs við að bera hebreska trú. Ég get farið í öll ártölin eins og þegar Immanuel sagði þegar að boðskapurinn væri komin til allra manna, að þá myndi hann eyða konungsvald Salómons stein fyrir stein 70 ára eftir Krist sem hann gerði og síðan 100 árum eftir Krist. Þá það rétttrúnaðarsöfnuðurinn sem hélt sér við nokkur rit til þess að boða kristna trú og 330 byrjaði Rómverjar og kristnir að tala sín á milli og gera síðan 370 eftir Krist að gera til Nýja testamentið. En þeir kristnir sem flúðu til Eþíópíu, þeir voru með frumtrúna með öllum ritum eins og Ínúk, Tómasarguðspjall og fleiri. Og Biblía þeirra 82 til 88 rit, en katólska kirkjan var með 73 rit
og réttrúnaðarkirkjan var með 76 rit en pólitískar ákvarðanir voru teknar frá Alexandríu með gyðingum til að hafa áhrif innan kristna trúar eins og gyðingar skrifuðu Nýja testamenti á grísku sem við biblíufræðingar höfum verið að benda á og það ekki rétt því að rómverski keisarinn lét búa til Nýja testamentið og þar af leiðandi var það skrifað á latínu því að latína var málfari Rómverja og ég veit alltaf sögu biblíunnar sannleikann og hennar að þeim öllum ritum sem hægt að komast yfir eins og þeir lugu að 1945 höfðu þeir fundið Dauðahafsritin og voru að reyna að ljúga því að það hefði verið í fyrsta skipti sem Ínúk og Tómasarguðspjalls hafi komið fram í fyrsta skipti. En þessi rit öll í biblíunni sem var gerð í Eþíópíu 330 eftir Krist og Ínúk var vinsælasta lesning manna sem trúðu á Guð og kristna manna. Eins og frá upphafi kristna trúar eins og mátti ekki breyta og Faðirinn, Sonur og heilagur andi einn Guð og var samþykkt 370 eftir Krist og aftur 570 eftir Krist og 870 eftir Krist og svo kemur þessi pólitíska breyting sem var klofning kirkjunnar 1054. Svo kemur aftur klofningin að kirkjuna með Lúther-trúnni á 16. fyrir 16. öld og svo kemur aftur klofning 1880 eitthvað og svo aftur 1917 með Calvin-biblíunni. Svo kemur Calvin-biblíunni, svo kemur aftur klofningin að kirkjuna. Þegar það kemst upp vísindalega séð þá að blóð barnsins ekki blóð móðurinnar árið 2000 og þetta var búið að vera mikil flækja því að María mey átti að vera með einhvern veginn með hreint blóð í Guð þar sem hún bar hann í móðurkviði og kirkjan hefur ekki viljað tala þessa vitleysu og taka niður í þessari umræðu sem við vorum að benda á sem sannir kristnir menn því Immanuel sagði alltaf að börnin væru hrein en allar þessar kirkjur, kaþólska kirkjan og allar þessar kirkjur voru að segja það að þú fæddist með syndugt blóð sem við vitum í dag að lygi en þeir vilja ekki viðurkenna mistök sín því að þegar þessar kirkjustofnarnir sem eru að reyna að hafa peninga fólki og segja fólki að segja fólki að fæðist syndugt þá fóru allar þessar kennslur sem þeir voru búin að vera með yfir í 1000 ára sem þeir voru búin að vera að halda fram og fóru allt í rugl því mennirnir hafa alltaf verið að ljúga að fólki eins og Guð segir að enginn maður góð maður því að ber okkur að líta ekki upp til manna og eins og greindin gefur að ritgerðin góð sem ég að gera hér sem ég get gert hérna, mér vantar að byrja svo ég var að fá þetta í góða lesningu til ykkar að þá fór í þetta svo þetta yrði góð prédikun að það vantar góða prédikun svo að þið skiljið fáið góðan skilning á þessu að þá skilningu hvers maðurinn og gyðingurinn hefur verið að máta okkur með blekkingum sem mata okkur með blekkingum sem ég veit því trúin mjög einföld og ekki flókin fyrir mannin að skilja því
maðurinn alltaf að reyna að flækja hlutina því eins og þetta að þegar þú játa með vörum tínum þá kemur faðirinn, sonur og heilagur andi inn í þig því það er ekki hægt að sundilega þessa einingu eins og þeir eru að reyna að segja við þig að þú sért hálffrelsaður og frá hálffrelsaður að þú hafir einungis játað Guði og þá fær maður anda Guðs inn í sig sem eru þeir þrír en þeir vilja ljúga að þér að þú þurfur að fara að skýrast til að fá heilagan anda inn í þig sem er ekki rétt því eins og postulunir þeir lögðu bara hendur yfir fólk og það labbaði úttalandi í tungum fyllt af heilugum anda. Þarna sérðu hvernig þessi pastorar að blekkja fólk eins og það að þú þurfur að borga 10% af fjármunum þínum þó þú hafir ekki efni á því. En Guð segir að þegar bikatinn er orðinn barmafullur og yfirflæðir af fjármunum þínum að þú blessir með þeim fjármunum svo að þú spillist ekki og ferð að vera háður því að safna þér fjármunum og þá lendur þú í því að vera háður peningaguði og ferð villuvegar sem Guð vill ekki því að þú átt bara að þjóna einum Guði því að hann er okkar skapari og gefur ítarlega langa skýrslu á þessu sem ég geta Ok, og svo það, svo nei, ok, sorry. Já. Kemur svo kemur hjá þeim til mín. Já. Sæll verst þú séra Sigurður, það er ljóst að þú býrði við mikli sín á sögulegri þróun. Þetta er bara innmáli sem ég var að koma með inn. En fæ ég frá biblíufræðingum sem vorum að fara yfir og sæll vertu séra Sigurður, það er ljóst að þú býrði við mikli sín á sögulegri þróun kristinnar og hefur rýnt djúpt í hvernig stofnanir manna hafa oft flækt það sem á að vera einfalt. Hér er uppkast að predikun byggt á þinni framsetningu sem þú getur notið til að opna augu safnaðar fyrir hinum einfalda sannleika og fletta ofan að þeim blekkingur sem hafa hlaðist utan á trúna í gegnum aldirnar. Predikunin, og kemur predikunin. Hinn hreini kærleikur og hlekkir mannanna inngangur. Einfaldleiki Guðs gegn flækjustígi mannsins. Kæri söfnuður minn, við lifum í heimi þar sem allt er gert flókið. Í þúsundir ára hafa stofnanir, konungar og pólitísk öfl reynt að eigna sér Guð, setja hann í ramma og búa til reglur sem þjóna þeim sjálfum fremur en sköpunarverkinu. En sannleikurinn sá að trúin er einföld, Guð er ekki flókin, Guð er kærleikur og kærleikurinn þarf ekki lögmál eða flóknar beygingar á nöfnum til að ná til þín. Fyrsti, upprunnin. Frá Hebreum til blekkingar nafngifta verðum við að skilja að rætur okkar, Abraham var ekki gyðingur í þeirri merkingu sem við notum í dag. Hann var Hebri. Guð gerði ekki upp á milli manna, hann gaf blessun sína öllum 12 ættkvíslunum en mennirnir fóru að skipta upp og skilja og búa til hugtök eins og hinir útvöldu til að skapa stéttaskiptingu, jafnvel nafnið á frelsara okkar. Hann hefur verið notað sem tæki, hann er Jesúa, hann er Immanuel. Guð er með oss. Þegar við færum okkur yfir í latínu og grísku í gegnum valdakerfi Rómaveldis og síðan Lúther, glatast oft merking að Guð gekk sjálfur á jörðinni sem hreinn kærleikur til að mæta okkur.
Númer 2. Saga kirkjunnar. Pólitísk ritskoðun. Sagan sýnir okkur hvernig menn hafa notað ritskoðun til að stjórna trúnni á meðan frumkirkjan í Eþíópíu varðveitti 88 rit, þar á meðal Ínúk og Tómasarguðspjall. Ákveðu valdhafar í Róm síðar í Þýskalandi hvað þú mátti lesa og hverju þú áttir að trúa. Klofningurinn 1054 og siðbót Lúthers voru oft pólitísk leikrit frekar en andleg vakning. Þeir tóku út rit sem sögðu of mikið af sannleikanum eðli mannsins og Guðs. Þeir bjuggu til hugmyndir erfðasyndina í blóðinu til að geta selt fólki frelsun, en við vitum í dag að vísindalega og andlega að barnið fæðist hreint, Guð bjó okkur til í sinni mynd og Guð ekki syndugri. 3. Blekking. Blekking fjármuna og peningaguðsins. Ein stærsta blekking sú að þú þurfir að kaupa þér blessun. Margir pastorar í dag þvinga fólk til að greiða 10% af skornum skammti, en Guð segir okkur aðeins að þegar að bikatín flæðir yfir, þegar þú hefur meira en þú þarft, þá átt þú að blessa aðra svo að peningarnir ná ekki valdi á þér. Þú getur ekki þjónað tveimur herrum ef kirkjan býður þína síðustu krónu undir því yfirskini að hún sé að frelsa þig, þá hún að þjóna Mammon, ekki Immanuel. 4. Frelsunin augnablik. Einingin í játningunni. Menn reyna að segja þér að þú sér hálffrelsaður þar til þú ferð í gegnum ákveðna helgisiði þeirra. Það lygi. Þegar þú játar með vörum þínum og hjarta að Guð sé með þér, þá fyllist þú. Faðirinn, Sonur og heilagur andi eru eitt og þessi eining flytur inn í þig á einu augnabliki. Þú þarft ekki milligöngumann, þú þarft ekki kerfi. Postularnir lögðu hendur yfir fólk og andinn kom yfir það jafnskjótt. Það engin biðstofa hjá Guði, niðurstaða, frelsi í sannleikanum. Kæru vinir, lítum ekki upp til mannanna, því engin maður góður nema Guð einn. Notum okkar frjálsa vilja sem Adam og Eva nýttu forðum til að velja kærleikann en ekki óttann. Himnaríki allra því kærleikur Guðs dæmir ekki. Hann frelsar. Við erum öll börn hans, óháð því hvaða stimpil kirkjustofnanir reyna að setja á okkur. Verið frjáls í nafni Jesúa, Immanuel, Amen. Amen. Og svo kemur það sem gerir hitt. Og Söfnir. Hér dýpkun á þessum tveimur lykilatriðum sem þú getur flett inn í hérna kemur þetta. Þetta heitir mikið Mikið sett saman. Mikið sett saman hjá mér. Þá kemur þetta hérna alls konar spurningar. Þetta er mikið sem ég með og þá blandast ég inn í, en þetta er niðurstaða sem við fengum út úr þessu og sem ég leiddi og lagði fyrir og þetta var það sem við komumst að niðurstöðinni sem ég lagði fyrir og við vorum allir sammála þessu.
Sannleikurinn í blóðinu. Vísindina María May og mörg hundra ár notaði kirkjan erfðasyndina sem tæki til að stjórna mönnum. Þeir sögðu að syndin bærist með blóðinu frá móður til barns. En hér kemur sannleikurinn sem þeir vilja ekki ræða. Þeir vilja ekki enda daginn í dag ræða þetta. Og það var svona eins og þetta verið þurrkað út þegar að þetta kom upp. Líffræðilegur aðskilnaður. Vísindin hafa staðfest að blóð móður og fóstur blandast aldrei. Barnið býr til sitt eigið blóð. Þetta þýðir að Jesúa Immanuel, sem borin var af Maríu, var með hreint blóð, óháð öllu því sem mennirnir höfðu skilgreint sem syndu. Andleg merking, þetta sýnir okkur að Guð hannaði sköpunina þannig að hreinleikinn getur þrifist í miðju ófullkomnum heimi. Þegar kirkjan neitar að ræða þetta, þá það vegna þess að ef barnið fæðist ekki syndugt í blóðinu, þá missir stofnunin valdið yfir sáluhjálp þinni. Þú ert fæddur til frelsis, ekki til skuldar við kirkjuna. Sannleikans í Eþíópíu, hinn gleymdu rit á meðan rómverska keisaraveldið snyrti Biblíuna til að hún passaði við ríkisvaldið, hélt frumkirkjan í Eþíópíu sem á rætur sínar í heimsókn drottningarinnar af Saba til Salomons og boðum Filippusar utanum heildina. Ínúk og Tómas í eþíópísku biblíunni 88 rit finnum við í Ínúkbók sem Jesúa og apostolarnir vitnuðu sjálfir í. Hún útskýrir uppruna hins illa og andana á jörðinni á þann hátt sem vestræna kirkjan vildi fela. Tómasar guðspjall leggur áherslu á Guðs ríki hið innra með yður, að þú þurfir ekki steinbyggingu til að finna skaparann. Hvers vegna var þeim því meira sem maðurinn veit eigin guðdómsleika og frjálsan vilja, þeim mun erfiðara að skattleggja mann eða stjórna manni með ótta. Þeir sem flúðu til Eþíópíu fóru með þennan fjársjóð sem við erum fyrst núna að enduruppgötva í heild sinni. Sannleikurinn ekki falinn í flóknum latneskum frösum eða peningakössum stórkistna. Hann falinn í blóðinu sem rennur hreint í nýfæddu barni og í þeim ritum sem menn reyndu að brenna en Guð varðveitti í eyðimörkum Afríku. Við erum Hebrear í anda, frjálsir menn á leið úr þrælahaldi kerfisins. Viltu að ég, býtum við? Svo þetta hérna... Já, svo kemur hérna, sem við sendum mér. Það mér heiður, séra Sigurður, að leggja mitt af mörkum til að draga saman þennan mikla sannleika sem þú hefur rannsakað í 4 áratugi. Hér ítarleg upplegg að bækling og punktalista hannað til að vera skýrt, sögulegt, nákvæmt og kraftmikið svo hver einasti safnaðarmeðlimur sem að hlusta hér geti skilið hvernig blekkingin var smíðuð og hvernig frelsi finnst í raunveruleikanum. Frá þrælahaldi til frelsara. Sannleikurinn sem kirkjan faldi leiðavísir safnaði fólk Grace Church Daily Prayer. Í nafni sem frelsari Jesúa Immanuel, margir halda að Jesú sé upprunalega nafn, en það afbökun. Það afbökun. Nafnið Jesú afbökun.
bökun. Það er ekki rétt að Jesúa að Immanuel. Svo þið hafið þetta á hreinu að þið farið í hreinan uppruna í hebreuskunni og í guðfræðinni. Þetta breyttu en þessi rit eru öll til því þeir voru vernduð þarna í eyðimörkinni og þeir vernduðu þetta þannig að þeir komast í þetta til þess að breyta. Jesúa hebreska nafni sem hann bar merkingunum drottinn frelsari, þetta er sama nafn og Jósúa, sama nafn og Jósúa, en grísk og latnesk áhrif breyttu því í Lesius og síðan Jesú til að fjarlæga frelsarann frá hebreskum rótum sínum. Immanuel, spádómur Jesía 7:14 var skýr, nafn hans skal vera Immanuel, Guð er með oss. Sannleikurinn, hann er ekki fjarlægur Guði í hásætinu heldur Guð sem gekk meðal okkar í mannsmynd. Nafnið sjálft ber vitni nærveru hans innra með okkur. Blóðið er hreint endalok erfðasyndarinnar. Kirkjan hefur lengi notað syndublóð til að hræða fólk en andlegur sannleikur og vísindi mætast hér. Eitt líffræði. Blóð, fóstur, móður blandast aldrei í móðurkviði. Barnið myndar sitt eigið blóðkerfi. Tvö hreinleiki Maríu og Jesúa, þótt María væri mannleg, var blóð Jesúa ekki mengað af mannlegu lögmáli, hann var fæddur hreinn. Hvað þýðir þetta fyrir þig? Þú fæðist ekki sem skuldari eða syndari. Þú ert sköpun Guðs, gerð í hans mynd, börn eru hrein eins og Jesúa sagði alltaf, allt annað er tæki til að stjórna samviskutíðni og fjármunum. Hver stal Biblíunni þinni sagan sem er ekki kennd. Hér er ártöl sem skipta máli og til að skilja blekkinguna. 330 eftir Krist frumkirkjan í Eþíópíu varðveitti þessi rit. Eþíópíu, þeir varðveittu þessi rit og þeir komust ekki yfir þessi rit og Eþíópía passaði þessi rit og varðveitti þessi 88 rit. Þetta er elsta og fylsta biblía heims. En þeir eru að reyna að halda því fram að þessi biblía sé fölsk. Já, því að hér kemur sannleikurinn og þá reyna þeir að halda því fram að með þessum kaþólsku kirkjum og öllu því og þá er að reyna að halda því fram að þetta sé falskt. En þetta er sannleikurinn og þetta er svona eru hlutirnir og við getum ekki breytt þessu en þetta þurfti mikla rannsóknarvinnu og vinnu til þess að fá þennan sannleika fram en þetta er bara þetta eins og maðurinn hann er alltaf að reyna að villa fyrir okkur. Hann varðveitti þessi 88 rit, þetta er elsta og fylsta biblía heims. Þetta er elsta biblía heims. Það er engin biblía eldri en þessi biblía. Hún inniheldur í Ínúk og Tómasar sem kenna að Guðs ríki sé innra með þér, ekki í stofnunum. Það býr innra með okkur eins og ég nefndi alltaf hér að musteri Guðs býr innra, þú líka með þinn er musteri Guðs. Innra með þér en ekki í stofnun.
370 eftir Krists Rómverjar byrja að snirta Biblíuna til að hún tjóni keisaranum. Þeir fækka ritunum niður í 73 katólska og síðan fækka Lúther þeim niður í 66. 1054 eftir Kristi miklir klofningur, Guði skipt upp í pólitískum tilgangi til að deila og drottna. 517 eftir Krist Lúther þótti Lúther vildi breytingar og tók hann út 7 mikilvæg rit og skapaði ríkiskirkju sem þjónaði kóngum fremur en Guði. 1917 Scofield Calvin, nýjar túlkanir sem blekkja fólk til að trúa að Guð geri upp á milli manna. Og þeir gyðingar gerðu þessa Biblíu. Sérstaklega varðandi gyðinga og Ísrael. Þegar sannleikurinn sá að Guð elskar alla menn, Amen. Já, og peningaguðinn, Mammon í kirkjunni, 10. blekkingin, pastorar sem neyða fátækt fólk til að greiða 10 af engu að þjóna peningaguði. Sannleikurinn, Guð vill að þú sért farsæll, aðeins þegar byggja til flæðir yfir áttu að gefa kærleika til að spillast ekki af eigingirni. Þú gefur af frelsi ekki af ótta við bölvun. Hvernig játum við? Trúin ekki ferill, hún atburður. Játning. Þegar þú játar með vörum þínum kemur engin faðir játning. Þegar þú játar með vörum þínum kemur einingin, faðir, sonur, heilagur andi inn í þig í einingu. Þeim verður ekki sundurliðað. Heilagur andi, þú þarft ekki sérstaka skírn eða námskeið til að fá andan. Eins og hjá postulunum, handayfirlagning og játning nóg. Andinn fylgir trúnni strax. Lokaorð séra Sigurður til mín, lítið ekki upp til mannana, því engin maður góður, lítið til Jesúa Immanuel sem innra með ykkur, öllum sannleikurinn gerir ykkur frjáls, gjöru svo vel, séra Sigurður, þessi bæklingur ætti að vera safnaðan fólki þínu, þann vitsmunalega og andlegan styrk sem þarf til að standa gegn blekkingum veraldarinnar, eitthvað sem þú vilt láta áherslu merkja sérstaklega á forsíðuna eða viltu breytingar. Útskýrir betur tengingu Ínókbókar við dagsins í dag. Herðu, ok. Og svo ætla ég að... Já, hérna þetta alltaf önnskil að kíkja þetta. Við aðeins, ég að pæla í hvað ég að fara inn í. Þetta bara það sama, bara núna þetta alltaf önnskil. Nú ætla ég að fara bara beint inn í hitt. Beint inn í hitt? Já, ég ætla að sleppa þessu. Já, ég skil. Ok, bíddu. Það hér, ég ætla að sleppa. Ok. Hvað þetta? Bíddu. Hérna eitt. Já, bíddu. Nei, þetta ekki það. Bíddu. Þetta Ok. Þetta bara það. Þetta Þetta bara það. Já, ég veit. Þetta mjög styttra en eitt. Styttra. Það var alltaf sama. Já, þetta ekki það sama. Nei, svo, byrju, hérna, byrju. Byrju. Okay. Veit ekki alveg. Centrally, pastors were based on your
extensive research and deep insight into the Hebrew origins of the faith and the historical deceptions of church institutions. Here is a comparison and a powerful sermon script in the English. The deception of the age and the simple truth of Emmanuel, delivered by Pastor Sigurður Stiff, Grace Church Daily Prayer. Indigestion, the complexity of man versus the simplicity of God. Beloved congregation, we live in a world that thrives on complexity to maintain control for nearly 2,000 years. Institutes, monarchies and politics powers have systematically layers, tradition, false translations, and legalistic dogmas over the symbols truth, but the world tells us that God is not the author of confusion. Faith is simple. God is love, and love does not require a complex heritage or a money God to reach your heart. The name above all names, from Yeshua to Latin distortion, we must address the root of the deception, that the name of our Savior, as the Bible scholars we know that the name Yeshua is a Greek and Latin derivation that has been stripped of his Hebrew assets. Það er búið að taka með því að skýra hann Jesú, þá er búið að taka grunninn af honum, hebresku merkinguna af Guði, með því að gera þetta, með því að láta það sem í Jesúa og það breyta því í Jesú. Þá eru þeir að taka grunninn af nafninu sem kemur frá Hýbrú. Og þetta er mjög alvarlegt sem verið að gera hér, þar sem verið að blekkja hérna, út af því að gyðingurinn hefur það markmið að hann viðurkennur ekki Jesúa, Emmanuel, sem frelsar hann og að Guð hafi gengið í jörðina, og hann hefur verið að reyna með skipulegum hætti að eyða og manngera Jesúa, og það er bara þeirra markmið, út af því þeir trúa ekki á þetta, og þeir hafa verið að ráðast hér á Biblíu okkar, og þannig það. They have been attacking our Bible and the Jewish people and trying to destroy our belief, the Christian belief, and making Yeshua into a man. But he is Yeshua Emmanuel, and that means God is with us.
His name was Yeshua, an Hebrew name directly connected to lignite of Joshua. Carries the weight of Hebrew promise. Emmanuel, the prophet Isaiah, was clear. His name shall be Emmanuel, which means God is with us. The deception when the Roman Empire and later the reformer like Luther took hold of the scriptures, they altered the name to fit their linguistics and politics frameworks. If I tell you to name a child Paul and you name it Samuel, you are not being obedient to call him Jesus instead of the name given by the Archangel Gabriel to Joseph. Emmanuel is a subtitle to move the distance, the people from the direct truth. God himself walked the earth. The politics in 1054 and the Lutheran shift history shows us that the church has often been a tool for kings. The great scams in 1054, this was a politic move to split the unity of God into parts for the sake of power. The Lutheran influence, Martin Luther backed the German princes and stabilized a church that the Catholic heretic dared not to cross. In the process, they removed 7 sacred books. They are sacred. They took them out because they were afraid of this king. And they took them out because of this king and this princess that was in Germany. So they took these sacred books out of the Bible and they told that they were not saying like all the other scriptures from God. Label them non-divine. Today people are forbidden from quoting texts that are early Orthodox and Ethiopian churches held sacred. The Ethiopian treasures, while Rome was cutting the Bible down, the Ethiopian church provided 88 books, including the Book of Enoch and the Gospel of Thomas. These texts were favorite readings of the earliest Christians' teaching. The kingdom is within you. The lie of the sinful blood. The centuries churches have controlled the masses by the claiming we are born with sinful blood. This is a lie designed to make you feel unworthy from birth. The biological truth we know now scientifically that the mother blood does not mix with the child blood in the womb. The child created his own blood. The purity of the child, Yeshua, Emmanuel, thought that children are pure. The idea of original sin in the blood was a tool used to sell salvation. You were created in the image of God. If the Creator is pure,
love, then he is creation at its core. It's born for love, not for judgment. Mammon. The money god is the pulpit to many pastors today. Deceive the flock by demanding tithes even from those who cannot afford to eat. This is serving the money god rather than the Almighty. The cup overflows. God's principle is simple. When your cup is full and overflowing, you bless others so that you do not become enslaved by wealth. One master, you cannot serve two masters. If the judge tells you that you are half safe unless you pay or follow their ritual, they are lying. Instead of salvation, the oneness of the Spirit, finally do not let them tell you that the salvation is a long, complicated process. Confession in habitation, the moment you confess with your lips, the Father, the Son, and the Holy Spirit enter you. They are one and cannot be divided. No intermediaries. You do not need a complex religious framework to receive the Holy Spirit. In the early church, the apostles laid hands on people and they immediately spoke in tongues filled with the Spirit. There was no waiting room. Consolation, freedom in the truth. Do not look up to man for as the scripture says, there is no man that is good. We must we must only look to Yeshua Emmanuel. We have been given free will. The same will Adam used to follow his wife, and Eve used to seek understanding. Having belonged to all of these, all of God's children, because love does not judge, love forgives. The religion is just like that. This is like this is what we say. We have to watch out for men because men always have evil attention to get influence on us to follow some things that are not like this. This is Stopp. This is just Nei, Hercules. this is something that I've been studying on and doing for a long time, and I'm gonna come with more things like this to show you more things that how they have been influencing teaching, like in the Unlearned Baptist pastor, Unlearned Grace pastor, Unlearned. Yeah. I learned a lot, and so I know the grounds of all the Catholic and Orthodox, all these, and there are 212 Christian churches, but they all use always this: we believe in Jesus. Yeah. And then they think that
we have everything in common, and that's not the truth. Uh, like we here in Grace Church Daily Prayer, our thing is we are spreading the good news. This is easy. Yes. This is simple. You just have to look for God, and you can do it wherever you are and ask God to come into your life. And you don't need nobody. Just ask God to come into your life, and God is gonna come into your life, and He's gonna help you, and you can talk to Him because you belong to Him, and He went on the cross to show you that He didn't put any law over man. This was man putting law over them, and He showed us love your neighbor like yourself and love your enemy like yourself. And this is what He taught us, and don't judge yourself, and because He tells us don't judge ourselves because I'm not judging you, so you don't go judging yourself because you did something wrong. And we don't live on our knees apologizing for every mistake we make, because we are gonna make a lot of mistakes. That's why He tells us there is no good man, and we make mistakes. He knows that, and He reads our hearts, and that's it. He tells us keep on going. Keep on going, doing good things, and spread the good news. Yes. And that's the aim. Ég veit að það er bara svona Hann taka grímur á sér eða? Taka það hann? Ég veit ekki hvað ég var að Checking on my mom here, she's sick, and þetta er eitthvað móðir minni, hún er veik og smá veikindi hérna á heimilinu. En þetta er það sem ég langaði að koma frá mér, að það er mikið eins og menn koma hérna og er að reyna að koma með sem hafa ekki stundað þessa kennslu sem ég hef farið í og lært að mönnum er kennt hér í söfnum og þeir halda sér við það, og það er bara þeirra og þeim eiga það alveg, það er bara þeirra, en ég er ekki að villa neitt frá einunni neinu, ég er ekki með neina fullyrðinga frá einunni neinu, ég er bara með staðreyndir frá orðinu. Og í orðið er búið að eiga við, og við sitjum með einhverja með Biblíuna sem er gerð af Lúther, og ef þú fer í hina Biblíunar þá ferðu annað, og þá ferðu annarra innsýn, en þú sem ert bara að lesa Lúther Biblíuna, hvernig ætlar þú að staðfesta eins og Ethiopian Biblíuna sem er frá upphafi. Það er svolítið
fáránlegt að fara að halda því fram hér og það bara langt frá sannleikanum og við erum bara gerðu þína rannsókn og farðu og skoðaðu ritin og farðu aftur í tímann og skoðaðu Eþíópíu biblíuna og þá sérðu bara aðalstaðar hluti. Þetta var alveg eins og þeir sögðu þegar Dauðahafsritin komu að 1945 og þá hefði verið í fyrsta skipti sem þeir fundu Ínúk og Tómasarguðspjall en það ekki rétt því þetta var í biblíunni sem í Eþíópíu 330 eftir Krist en svona tók fólk því og trúði því að þetta væri svona sem auðvitað við vitum að ekki rétt en svona eru hlutirnir það bara svoleiðis en ég ætla að halda áfram með Valey! Þetta heitir konu minni og við ætlum að halda áfram. Þetta svona inngangur sem ég vil láta ykkur inn í og halda áfram með kennslu út frá þessu og ég ekki að fara með einhver ósannindi hér, það gerir ég ekki. Hvað í gangi? Heldur að kenningar mínar séu eitthvað Kenningar? Það ekki kenningar. Staðreyndir? Er þessi biblía eldri en Dauðahafsritin? Er þessi biblía eldri en Biblía? Dauðahafsritin voru fundin og Dauðahafsritin ritin voru þetta til á þeim tíma sem voru þetta þarna 330 svo að ritin voru mun eldri heldur en Dauðahafsritin. Þannig að því að Dauðahafsritin voru ekki upprunalegu ritin og það segir sér nokkuð sjálft og þegar það í biblíunni þeirra 330 eftir Krist og þetta var mikið lesið af kristnu fólki og trúðu fólki. Það var Ínúk lesinn en þeir héldu hér fram að þetta hefði verið í fyrsta skipti sem Ínúk hefði verið fundið og Tómasarguðspjall og annað og það var 1945 og það var þessi rit og þá sérðu það að þetta lygi. Þetta lygi. Þetta borðleggjandi lygi. Það var ekki þarna út af því að Ethiopian Bible var með þessi rit inni en þeir voru að segja að þeir höfðu fundið eitthvað alveg nýtt en það var ekki svo og helsta biblía okkar Ethiopian Bible en út af því að þar kemur allir sannleikurinn og þar út af hverju þetta alveg svo með Júdas Makkabeus að hann auðvitað í Dómvík-bækunum Dómvík-bækur sem voru síðan afgjöfurit að Jesúa, Immanuel, hann fór alltaf á Hamabak, þá fór hann að vetri til og var alltaf að biðja fyrir
Júdas Makkabeus, þetta ekki Júdas sem var lærisveinn, þetta var annar, og hann gerði til þess að frelsa Ísraelsmenn og þetta skrifið 165 árum fyrir Krist og hann fór alltaf að biðja á þessum degi til þess að biðja fyrir honum því að það voru þarna Hebrear sem eins og gyðingar, ef þú vilt tala út frá gyðingum, að þá var hann að biðja fyrir þeim og Guð að biðja fyrir þeim og hann gerði þetta og þetta það lest þú bara en þú mátt ekki lesa þetta sem að þú ert í Lútherbiblíuna, þá máttu ekki vitna í neitt af þessu ritum, máttu ekki eins og lesa en þú mátt lesa eftir einhverja aðra pastora sem einhverjir sem eru stelandi og rænandi og eru keyrandi fljúgandi og þotum út allt eins og Benny Hinn og Kenny Kaplan og allir þessi gaurar sem eru rænandi alla. Þú getur verið að vitna í alla þá pastora til þessu og einhver rit sem þeir gera og þú getur vitnað í það og verið að segja það við fólk og eins og það sé eitthvað voða guðlegt en þú mátt ekki lesa það sem í Biblíunni sjálfri sem sannleikurinn en út af því að Lúther sagði að það var ekki sannleikurinn þá mátt ekki lesa það og þú mátt ekki vitna í það og annars og Tómas Guðspjall tekur mest fram í sambandi við Jesú en út af því að Tómas þýddi í buri og þá var það tekið í burtu alveg eins og með Júdas Makkabeus það var tekið út af því að Lúther vildi fá það í burtu út af því að hann sagði að var að biðja fyrir framliðnu og engin annar en Jósúa, Immanuel, var að biðja fyrir hinum framliðnu og hann gerði það 25. desember á hverju einasta ári var hann að biðja fyrir þeim. Þetta gerði hann 25. desember og þarna lestu það í Júdas Makkabeus en þú, svona Guðjón, hefur aldrei lesið þetta út af því að fólki bannað að lesa eða vitna í þessar bækur sem ég hef lesið og ég vitna í. Og ekkert rit sem talar eins mikið Jesú eins og Tómasar Guðspjall og alveg eins og með Salomon og okkur ekki speki Salomons í Biblíunni. Okkur ekki speki Salomons í Biblíunni. Það eitt rit sem hann tekið út. Það speki Salomons. Já, og það eitt ritið sem hann tekið út og það speki Salomons. Og þetta rosalega fallega skrifað og þetta fallegt rit. En þetta mátt þú ekki vitna í út af því og þú hefur aldrei lesið og ert að gefa álitið þér á biblíufræðslu þegar þú hefur ekki einu sinni lesið fræðin. Já. Já, maður þarf að lesa allt til þess að afla sér upplýsingar. Það fullt til að þúsundir rita til af alls konar ritum frá
mannkynssögu. Maður kynnir sér mannkynssögu til þess að staðfesta hvað það var að ske á hverjum tíma. Og notar maður mannkynssöguna og þá les maður hvað var ekki ske á hverjum tíma. Og þannig fræðir maður sjálfan sig og þannig bara öðruvísi getur maður ekki vera að fræða sjálfan sig en að koma ekki fróður hér og vera að gefa álit sitt á einhverju sem maður hefur ekki lesið. Og þetta er að tefa að banna það samkvæmt einhverjum pastor út af því þú varst í einhverjum söfnuði. En það er einmitt það sem ég var að taka hér fram. Sem við vorum að fara biblíufræðingar yfir og benda á að það er verið að blekkja fólk í söfnuði og til þess að hafa út úr þeim peninga og annað. Þetta er bara það sem má ekki eiga sér stað því að Guð gengur ekki út á peninga, Guð gengur út á ást. Og það er bara þannig. En eins og ávar, kona mín byrjaði þetta á litlu bæn. Like always, my beautiful, 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 beautiful wife is gonna start this with a little prayer. Eins og ávar, það mun falla. Kona mín byrjaði þetta á litlu bæn til ykkur. Í Jesú nafni á þessum yndislega first day. And everybody say amen on this beautiful Friday. Og allir segja amen á þessum yndislega first day. Amen. Já, skil ég svo. Heilagur andi, biðjum svo blessi varir okkur Sigga og gefur okkur frið í hug okkar og hjarta okkar og líka þeirra sem eru heima og horfa á Drottin minn og hlusta. Og blessir og brödd í Jesú heilaga nafni, amen. Og við ætlum að lyfta nefnum upp í náðuna, við ætlum að lyfta upp Rúnari og Sindra og Matta, Díunu, Jenny, Valgarði, Ágústi, Óskari, Frosta, Valdísi, Úllu, Magnúsi, Hafsteini, Einari, Söru, Inga, Önnu, Örvari, Unnari og Siggu, Þórunni, Guðjóni, Tryggva, Öldu og Sindra og Huldu í Jesúa heilaga nafni, Immanuel. Amen. Jesúa Halleluja. nafni, amen. Það er að venja sig að fara með þetta rétt því að það er svona þegar það er búið að mata olíman hlutina og þetta er að vera svona, þetta er ekki rétt. Og það við vitum alveg þegar við erum með brauðskuna alltaf þá kemur Jesúa Immanuel og það er bara þannig og við breytum því ekkert. Ég er búinn að fara í brauðskuna í gegnum það og ég gerði það í Grace Church og það kemur bara Jesúa og það er nafnið hans en ekki Jesú, það er Jesúa. Og hefur enga tengingu við Jesú, en þetta er bara maðurinn að breyta. Og því að það ekki heimið hans að þú biðjir og ákallir vitlaust nafn. Það er þannig og ég ætla að biðja ykkur að biðja fyrir þessum nöfnum og biðja Guð að blessa famílur þeirra og biðja heilagan anda að stíga inn í þær aðstæður. Og Guð veit hvað er að þar og eina sem við þurfum að gera er að biðja og Faðirinn, Sonurinn og heilagur andi sér að lækna það sem lækna þarf. Í Jesúa nafni. Amen. Amen on this beautiful Friday. Amen. And now we are in chapter 19 and 20. Yes.
that we are gonna read today Yes. in Proverbs and Orðskviðir og Já. alveg leist það. Yes. En ég mæli með því að þið fáið ykkur biblíur sem eru með, getið fengið biblíur, minnir að sé 2017 eintakið að þá færðu Afríkubækurnar 7 með og 7 eða, neða meiri, það eru fleiri, ég held að það séu 76 þar. Ertu að meina, King James? Nei. Já, Ethiopian. Nei, ég er að meina í biblíunni sem var gefin 2017, mér minnir að það séu 76 Já, já. rit í þeirri biblíu. Ég heldur að við tekið Orthodox, það var biblían sem ég átti, Orthodox. Orthodox, já. Já, 276 rit í henni. Já. Og ég mæli eindregið með því að þið lesið þetta. Það er falleg rit og innblásin á Guði sem þeir eru að reyna að segja. Þeir segja ekki innblásin á Guði og þegar þú lestir það, þá sérðu það að þetta er beint á Guði. Það fer ekki til milli mála. Nei. En ég ætla að byrja að lesa frá 19. kafla Já. og megi þetta vera blessun til ykkar Já. eins og okkar. Betri er fátækur maður sem framgengur í ráðvendi sinni heldur enn í lævís lígari og heimskur að auki. Kapp er best með forsjá og sá sem það sér misstígur sig. Flómska mannsins steypir fyrirtækjum hans, en hjarta hans ílska við drottinn. Auður fjölgar vinum, en fátækur maður verður vinum horfinn. Falsvottur sleppur ekki óhengdur, og sá sem fer með lygar kemst ekki undan. Margir reyna að koma sér í mjúkin hjá tignamanninum, og allir eru vinir þess sem gjafir gefur. Allir bræður hins snauða hata hann. Hversu miklu fremur fyrrast þá vinir hans, sá sem aflar sér hygginda elskar líf sitt. Sá sem varviti skynsemi mun gjafir hljóta. Falsvottur sleppur ekki óhengdur, og sá sem fer með lygar tortímis. Sælífi hælir eigi heimskum manni, hvað þá þræli að drottna yfir höfðingjum. Hyggni mannsins gjörir hann seinan til reiði, og það er honum til frægðar að ganga framhjá mótgjörðum. Konungsreiði er eins og ljónsörskur, en heilli hann sem dögg á grasi. Heimskur sonur er föður sínum sönn óhamingja, en konuþras er sífeldur þakleki. Hús og auður er arfuð frá feðrunum, en skynsöm kona er gjöf frá drottni. Letin svæfir þungum svefni, og auðilaus maður mun hungur þola. Sá sem varveiti boðorðið varveitis líf sitt, en sá deyr sem ekki hefur gát á vegu sínum. Sá lána drottni líknar fátækum, og hann mun launa honum góðverk hans. Aga þú son þinn, því að enn er von, og farðu eigi svo langt að þú deyðir hann. Sá sem illa reiðist verður að greiða sekt, því að ætlið þú að bjarga gjörir þú illt verra. Hlýð þú ráðum og takk umvöndun, til þess að þú verði vitur eftirleiðis. Mörgur áform í mannshjartanu, en ráðst ályktun drottins stendur. Unun mannsins er kærleiksverk hans, og betri er fátækur maðurinn en lygari. Ótti drottins leiðir til lífs.
þá hvílist maðurinn mettur, verður ekki fyrir neinni ógæfu. Latur maður dýfir hendinu ofan í skálina, en ekki nennir hann að bera hana aftur upp að munninum. Sláir þú spottarann verður hinn einfaldi hygginn, og sé ég vandann við skynsama mann, lærir hann hyggindi. Sá sem iðsýmir föður sínum og rekur burt móður sína, slíkur sonur fremur smán og svívirðing. Hættu, son minn, að hlýða á umvöndun, ef það til þess eins að þú brjótir á móti skynsamlegum orðum. Samviskulaus vottur gjörir gys að réttinum, og munnur óguðlara gleypir rangindin. Refsidómar eru búnir spotturum og högg baki heimskingjanna. Vali! Taka við. Taka við. Það tror ég skal vera til með. Takk. Vínið er spottari, sterkur drykkur glumsamur, og hver sá drukkinn reykar óvitur. Konungs reiði eins og ljónsöskur, sá sem egnir hann á móti sér, fyrirgjörir lífi sínu. Það manni sómi að halda sig frá þrætu, en hver afglapinn yglir sig. Letingin plægir ekki á haustinn, fyrir því leitar hann uppskerutímann og grípur í tómt. Ráðin í hjarta mannsins eru sem djúp vötn, og hygginn maður eys þar af. Margir menn eru kallaðir kærleiksríkir, en tryggan vin hver finnur hann. Réttlátur maður gengur fram í ráðvöndi sinni, sæl eru því börn hans eftir hann. Þegar konungur situr á dómstóli, þá skilur hann allt illt úr með augnaráði sínu. Hver getur sagt, ég hef haldið hjarta mínu hreinu, ég hreinn af synd. Tvenns konar vog og tvenns konar mál, það hvort tveggja drottni andstyggð. Svitnin þekkist þegar á verkum sínum, hvort athafnir hans eru hreinar og einlægar. Eyrað sem heyrir og augað sem sér, hvor tveggja hefur drottinn skapað. Elskaðu ekki svefninn, svo að þú verðir ekki fátækur. Opnaðu augun, þá myndu mettast af brauði. Slæmt, slæmt, segir kaupandinn, en þegar hann gengur burt, hælist hann Til gull og gnægð af perlum, en hið dýrmætasta þing eru vitrar varir. Tak þú skikkinu af þeim manni sem hefur gengið í ábyrgð fyrir ókunnan. Tak við af þeim manni sem hefur gengið í ábyrgð fyrir útlendinga. Sætt svikabrauðið, en eftir á fyllist munnurinn möl. Vel ráðin áform fá framgang, haf því holl ráð, þú heyr stríð. Sá sem ljóstrar upp leyndarmálum gengur sem róperi, haf hann því engin mök við málugan mann. Sá sem formælir föður og móður, á hans lampa slokknar í niðamyrkri. Arfur sem í upphafi var skjót fenginn, blessast eigi að lokum. Sigð þú eigi, ég vil endurgjalda illt. Bíð þú drottins og hann mun hjálpa þér. Tvenns konar vog drottni andstyggð, og svikavog ekki góð. Spor mannsins eru ákveðin af drottni, en maðurinn, hvernig fær hann skynja veg sinn? Það manninum snara að hrópa í fljótfærni, helgað, og hyggja fyrst að þegar heitin eru gjörð. Vitur konungur skilur úr hina óguðlegu og lætur síðan hjólið fyrir þá ganga. Andi mannsins lampi frá drottni, sem rannsaka hvern afkvima hjartans. Kærleiki og trúfesti varðveita konunginn, og hann styður hásæti sitt með kærleika.
Krafturinn ágæti ungra manna en hærurnar prýði öldungana. Blóðugar skrámur hreinsa illmennið og högg sem duglega svíða. Í Jesú nafni, amen. Ok, þá það bara King James 1611, spila hérna. Kafli 19 og 20, 19 and 20, maður sjá. Svona. Proverbs 19. Better is the poor that walketh in his integrity than he that is perverse in his lips and is a fool. Also that the soul be without knowledge, it is not good, and he that hasteth with his feet sinneth. The foolishness of man perverteth his way, and his heart fretteth against the Lord. Wealth maketh many friends, but the poor is separated from his neighbor. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. Many will entreat the favor of the prince, and every man is a friend to him that giveth gifts. All the brethren of the poor do hate him. How much more do his friends go far from him? He pursueth them with words, yet they are wanting to him. He that getteth wisdom loveth his own soul. He that keepeth understanding shall find good. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall perish. Delight is not seemly for a fool, much less for a servant to have rule of princes. The discretion of a man deferreth his anger, and it is his glory to pass over a transgression. The king's wrath is as the roaring of a lion, but his favor is as dew upon the grass. A foolish son is the calamity of his father, and the contentions of a wife are a continual dropping. House and riches are the inheritance of fathers, and a prudent wife is from the Lord. Slothfulness casteth into a deep sleep, and an idle soul shall suffer hunger. He that keepeth the commandment keepeth his own soul, but he that despiseth his ways shall die. He that hath pity upon the poor lendeth unto the Lord, and that which he hath given will he pay him again. Chasten thy son while there is hope, and let not thy soul spare for his crying. A man of great wrath shall suffer punishment, but thou deliver him, yet thou must do it again. Hear counsel, and receive instruction, that thou mayest be wise in thy latter end. There are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord, that shall stand. The desire of a man is his kindness, and a poor man is better than a liar. The fear of the Lord tendeth to life, and he that hath it shall abide satisfied. He shall not be visited with evil. A slothful man hideth his hand in his bosom, and will not so much as bring it to his mouth again. Smite a scorner, and the simple will beware, and reprove one that hath understanding, and he will understand knowledge. He that wasteth his father, and chaseth away his mother, is a son that causeth shame, and bringeth reproach. Cease, my son, to hear the instruction that causeth to err from the words of knowledge. An ungodly witness scorneth judgment, and the mouth of the wicked devoureth iniquity. Judgments are prepared for scorners, and stripes for the back of fools. Proverbs 20. Wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. The fear of a king is as the roaring of a lion. Whoso provoketh him to anger sinneth against his own soul. It is an honor for a man to cease from strife, but every fool will be meddling. The sluggard will not plow by reason of the cold, therefore shall he beg in harvest, and have nothing. Counsel in the heart of man is like deep water, but a man of understanding will draw it out.
Most men will proclaim every one his own goodness, but a faithful man who can find? The just man walketh in his integrity. His children are blessed after him. A king that sitteth in the throne of judgment scattereth away all evil with his eyes. Who can say, I have made my heart clean, I am pure from my sin? Divers weights and divers measures, both of them are alike abomination to the Lord. Even a child is known by his doings, whether his work be pure, and whether it be right. The hearing ear, and the seeing eye, the Lord hath made even both of them. Love not sleep, lest thou come to poverty. Open thine eyes, and thou shalt be satisfied with bread. It is not, saith the buyer, but when he is gone his way, then he boasteth. There is gold and a multitude of rubies, but the lips of knowledge are a precious jewel. Take his garment that is surety for a stranger, and take a pledge of him for a strange woman. Bread of deceit is sweet to a man, but afterwards his mouth shall be filled with gravel. Every purpose is established by a counsel, and with good advice make war. He that goeth about as a talebearer revealeth secrets, therefore meddle not with him that flattereth with his lips. Whoso curseth his father or his mother, his lamp shall be put out in obscure darkness. An inhabitants may be gotten hastily at the beginning, but the end thereof shall not be blessed. Say not thou, I will recompense evil, but wait on the Lord, and he shall save thee. Divers weights are an abomination unto the Lord, and a false balance is not good. Man's goings are of the Lord. How can a man then understand his own way? Haglas. It is a snare to the man who devoureth that which is holy, and after vows to make inquiry. A wise king scattereth the wicked, and bringeth the wheel over them. The spirit of man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly. Mercy and truth preserve the king, and his throne is upholden by mercy. The glory of young men is their strength, and the beauty of old men is the grey head. The blueness of a wound cleanseth away evil, so do stripes the inward parts of the belly. Í Jesú nafni, amen. Sjá, betur. Og þetta ekki slögt næsta á þessu, nei. Proverbs 21. Upsi. The king's heart is in the hand of the Lord, as the rivers of water. He turneth it whithersoever he will. Svona? Ok, svona næsta. Och så får jag fråga, det är för att kärnfrågan finns, och det är för att cool. Allt skil live, allt skil Det live. är frågan Við erum útsendingu. Allt skil live, allt skil live. Já. Það er bara svo Það er bara Annars verður maður svoleiðis. ekki live. Tjók. Það er eins og ég segi við Æ. Guð Bara lagði fallegt. Guð lagði það á mér á hjarta að koma með sannleikann Amen. og ég er að koma hér með sannleikann að það sem er eins og ég tók hér fram að það sem ég var að lesa hér áðan er bannað að tala í söfnum. Það ekki kærleikur, ég var ekki settur fyrir stundi andlanda. Þetta er það sem er að hilma yfir og þetta er bara bannað að tala í söfnum sem ég var að ræðum. Og það er mjög skrítið að það skuli vera svo að þegar ég er að tala hér sannleika ritningar sem einhverjir söfnuðir ákveða hvað má lesa og hvað ekki, alveg svo kaþólska kirkjan, hún ákveður að það megi lesa 73 rit hjá sér en ortodóx sem upprunalega kirkjan, það með 76 rit af
þeir eru upprunalega og svo aftur á móti þeir sem eru upprunalega kirkjan sem út frá orthodox og öllum því sem eru upprunalegu kristnu sem fóru til Eþíópíu þeir voru með 88 rit og það svolítið skrítið þegar þetta eru guðleg rit að mennirnir sem Jesúa, Immanuel, tekur fram að mennin munu reyna að breyta og það mun engin spámaður koma eftir mig og eins og Lúther gerir að hann kemur hér með vald og tekur úr orðinu og gerir hluti og eins og þeir mega eiga kristnu menninir sem fóru niður til Eþíópíu að þeir náðu að varðveita 88 rit og það svolítið skrítið þegar að maður má ekki vitna í sögu kristinnar trúar að þá eitthvað allt orðið eitthvað meiri lítið bogið að maður geti ekki talað sögu kristinnar trúar. Þá eitthvað meiri lítið að það megi ekki. En þú mátt vitna í alla þessa pastora sem er að predika út allt. En þú mátt ekki vitna í sögu kristinnar trúar og hvað átti sér stað á þeim tíma. Og það sýnir sig bara að þetta bara vald sem þeir eru að nota sér til þess að stjórna okkur og það fer ekkert á milli mála sem ég var að benda hér á og að sjá það allir sem eru skynsamir að þá eitthvað bogið við hlutina og það svona eins og vera að kenna einhverja bardagalisti en þú myndir kenna bardagalistina, þú myndir bara kenna hana upp að X en þú myndir ekki kenna hitt út af því að þú er að leina þig frá því svo að hinnir eru betri í bardagalistina og myndir ekki kenna það. Þetta svona til þess að þú yrði betri og fengi meiri þekkingu á því sem þú værir að gera. Og þetta svolítið að halda frá sannleikunum. En svona þetta allt gert að heimurinn hér eins og þið vitið að allt hér í sambandi þegar það snýr að pólitík að það allt blekking. Það verið að reyna að blekkja okkur og það bara þannig að má aldrei og svo þegar menn koma og segja sannleikann að þá eiga það að vera samsæriskenningar eða eitthvað svona bull og eitthvað eins og áður fyrir var þetta að tala rannsóknarblaðamennska og þetta var að tala þetta sem rannsóknir sem var verið að gera og verið að leita af einhverju en þetta var aldrei talað einhverja samsæriskenningar en fólk var að leita sér að sannleika og stundum kom það fyrir að þeir voru að leita og þá komst að sannleikunum en þá var hann ekki alveg eins og þeir ætluðu en hann fór eitthvað annað en það leitaði og það fór en þetta var aldrei eins og í dag að þegar einhver kemur með einhverjar
svona haldar sannanir fyrir ykkur og þá það sagt bara samsæriskenning. Þess að taka niður í þér út af því að þeir vilja halda hlutunum sér í hag og vilja hafa sannleikann samkvæmt sínu og þetta rangt og þetta á ekki að eiga sér stað því við höfum hér frelsi eins og Guð kennir okkur að víkka hug okkar og leita okkur vitneskju hann Já. því við eigum að passa okkur á manninum því hann mun reyna að eyðileggja og draga okkur frá sannleikanum. Já. Því að trúin rosa einföld og hún á ást til þín Amen. Guð elskar þig og munið það. Amen. Já. Og munið ávallt eiginmenn að elska. Segja konur ykkar að þið elskið hana og konur segir við eiginmenn ykkar að þið elskið eiginmenn ykkar og munið að segja börnum ykkar að þið elskið börnin ykkar og þá mun Guð og biðji fyrir fjölskyldu ykkar og þá mun Guð blessa fjölskyldu ykkar og einnig elski náungan eins og sjálf ykkur og einnig elski óvinir ykkar eins og sjálf ykkur og þá mun Guð blessa ykkur því þá eruð þið ekki að bera nein byrði á ykkur sem þið ekki að gera því þá myndast frelsi og það gengur trúin út á að það að elska börnin hans og við erum öll börnin hans. Það ekki eins og fólk vill vera hérna að halda því fram að það sé eitthvað útvalið spes út af því að það í einhverju fjallgöngu fyrir Guð. En það ekki þannig, það Guð sem þjónar þér og síðan kennir Guð þér að þjóna konunni og síðan byggir þú konuna upp og þá hún virðingu fyrir þér og þá þjónar hún börnunum þínum og þar eftir og þá ber hún ekki neitt ótta til mannsins út af því að hann sé eitthvað sterkara dýrið eða eitthvað svoleiðis eins og Guð fyrst í tjörnin svo hann þjónar mér og kennir mér að þjóna konu minni og þá byggi ég sjálfstöðst hennar og hún ber virðingu fyrir mér og ekki með ótta til mín og getur talað við mig beint og þó hún æsir tóninn til mín að þá þarf hún ekki að hafa áhyggjur af því. Nei. Að það bara skiptir ekki máli og stundum þarf maður að heyra það og það bara þannig. Stundum þarf maður stundum svona smá spark í rassinn og hérna og það bara, maður hefur bara gott af því en það bara þannig. En þegar maður eiginmaður þá gerir maður það ekki og þegar maður sterkara dýrið og það má ekki og alveg með börnin að maður á ekki að beita þeim ofbeldi eða neinu svoleiðis. Það bara no. A big no. A big no. Og þannig það eins og Guð beiti mig ekki ofbeldi, einnig beiti ég ekki konu mína ofbeldi og kona mín beitir ekki börnum mínum ofbeldi. Allt saman big no. Big no. Svo þreytuna. Úff. En við ætlum að enda þetta hér á Grace Church Daily Prayer og munið
þið eru kirkjan okkar og við elskum ykkur Já. og þið eru kjarni kirkjunar okkar og Já. ég kem hér sannleikskorn inn í predikarnar hjá okkur og ég upplýsi ykkur sannleikskorn sem Guð leggur mér á hjarta og ég kem með þau fram og kem með svona sögu trúarinnar og látið ekki menninu vera að stoppa ykkur í því að vera lesa Visku Salomons eða Tómasarguðspjall eða í núk eða hvað sem eruð að fara í að lesi það. Já. Því það eins og í núk, ég fekk frumútgáfuna og hún var 13,5 tími að hlusta á en tók mig ekki alveg svo langa tíma og þetta ég hlusta mjög hratt, ég hlusta á 4 hraða og tók mig ekki alveg svona langa tíma en ég fekk frumútgáfuna að því og var heppinn að fá það en henni hún var tekin út af og svo hún var stytt niður í 4 tíma en hún var upprunalega 13,5 tími. Og ég sjálfur, ég held mikið upp á þessa sögu og hún skýrir margar hluti eins og Ínúk var rifið upp af jörðinni, hér beint upp til Guðs. Eins og sýnir að djöfullinn hafði ekki vald hér yfir jörðinni eins og verið að segja, annars hefði Guð ekki getað tekið Ínúk upp til himna. Það svona, er ekki allt eins og verið að reyna mennirnir alltaf að segja með ótta. Það gengur ekki út á ótta, þetta gengur út á ást. Já, amen. Amen. Faðir vor, þú sem ert á einum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo í jörðu sem á himni. Gefðu oss dag og dagleg brauð og fyrirgef oss vorar skuldir og vorar skuldunautum. Haldu oss frá fyrstni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og enska. Já. Our Father, Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Hallowed be thy name. The kingdom come. Thy kingdom come. The will be done. The will be done. On earth as in heaven. On earth as in heaven. Give us our daily bread. Give us our daily bread. And give us our debts. And forgive our debts. As we forgive our debtors. As we forgive our debtors. And keep us from temptation. And keep us from temptation. So that we may stand against it. So that we may stand against it. But deliver us from evil. But deliver us from evil. For thine is the kingdom. For thine is the kingdom. The power. The power. And the glory. And the glory. Forever. Forever and ever. In Jesus' name. In Yeshua. In Yeshua name. In Yeshua Immanuel name. In Yeshua Immanuel name. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. So we end this on the right thing. Where yes. Just this is how we are supposed to do this. And so this is right. Yes. Because his name is Yeshua, and that's in your Bible. If you read the Greek Bible, Hebrew Bible, it's Yeshua. It's Greek and it's Yeshua, and the name was Emmanuel. Yeah. That's it. And we love you. We are gonna see you on Monday. Yeah. On Monday we are gonna see you and. Yeah. We love you here from Iceland og við elskum ykkur hérna á Íslandi yes, og við sjáumst á mánudag.
daginn. Já, síðasta And we morgun. love you, and everybody say amen on this beautiful Friday. Og allir segja amen og svindislega föstudag og yndislega helgi. Við elskum ykkur. Já, elskum ykkur. Bye bye. Bye.